Ekki snerta takkana, ekki skiptum stöð, ekki slökkva á sjónvarpinu, því að núna byrjar. Komið öll margfless, heil og sæl og verið velkomin í þennan sérstaklega bíóbílnum. Það er Arnar, Heimir og Knútur hér á ferð. Við vorum að koma á Black Panther sem er nýjasta Marvel ofurhetju mynd. Og já, þetta er held í fyrsta skipti sem það er sagt frá afrikanskri ofurhetju á þennan máta. Já. Allavega hana svona í hinu margvíða bíói. Og sorry, ég var rétt að fatta að vifta mig í gangi svo það hefur ekki neitt að einhverjum velkomin í bíóbílinn. En það er allan, já, við vorum að kíkja núna á Black Panther og þetta er mjög svona kröftug og mjög upplífgandi og mjög skemmtileg bíómynd fyrir, já, flesta í fjölskyldunni, nema kannski hundinn. Já. Það er annars svartur partur sem á skjá. En söguþráðurinn er í rauninni sá að það er þessi Black Panther sem við fengum að kynnast í Captain America Civil War sem er konungur Wakanda sem er ríki í Afríku. Svona hulið ríki, tæknibylgjan er alveg... Sæk, þetta startaði bara nýtt. Já, hún er... Allavega, Og Wakanda er svona þessi, það er bæði svona ákveðin góðsögn sem að ríkir yfir þessu ríki. Já. Svona svipað eins og Eldorado og Atlantis. Þetta er svona eitthvað falið. Það er sagt að það sé eitthvað sjaldgæfur málmur að þar á ferð. Já. Og það eru ákveðnar persónur sem að vilja stelast inn í Wakanda og stela þessum dýrmæta málm sem við þekkjum betur undir nafninu Vibranium. Já. Sem að hefur komið oft fram í Marvel sögunum. Allavega á kvikmyndum. Já. Leikstjórinn á myndin er Ryan Coogler. Þetta er ótrúlega leiðilegt orð fyrir Íslendinga að segja. Coogler. Coogler. Er þetta Coogler? Já, Coogler. Það er C-O-O-G-L-E-R. Coogler. Ryan Coogler. Það er leikstjórinn. Eina myndin sem að ég kannast við frá honum er Creed. Svona eiginlega bara, það er bara Rocky mynd basically. Og Michael B. Jordan í báðum. Já, og hérna, já, það aðleikarinn er bara Chadwick Boseman leikur T'Challa eða Black Panther og Lupita Nyong'o leikur hérna Nakia sem er yngri systir hans. Fyrirvænandi hérna kærasta. Ég segi bara, þetta er ekki svoleiðis konungsdæmi hérna. Þú verður drottningin mín og við munum eignast afmyndubarn. Já, Lupita Nyong'o er Nakia, það er fyrirvænandi kærasta Black Panther skilst mér. It's complicated. Já, það er flókið. Og hérna, Forrest Whitaker leikur eitthvað svona... Hann er svona öldungur. Hann er alltaf öldungur í nýjumyndum. What will you become? Já, einmitt. I will sacrifice myself. Og svo er Andy Serkis hérna leikur Ulysses Klaue sem er basically bara illmenni. Já, basically svona vopnasalli og er að stela þessum dýrmæta málm og alvörndum vopnum. Já, og svo er Michael B. Jordan hérna, Michael B. Jordan leikur Killmonger sem er svona aðal illmenni í þessari mynd. Og það er einmitt svona gefið hans persónu mikið pláss í myndinu og Black Panther þannig að það má túlka það sem svo að þessi Killmonger er svona aðal óvinnur Black Panther í þessari mynd. Já, en hann birti samt ekkert voðalega mikið í byrjun en hann kemur seinna meir í ljós. Já, og það er einmitt myndin reynir svolítið að réttlæta þessa hegðun hjá Michael B. Jordan að svona reyna að steypa þessum Black Panther af stóli og hann ætlar sjálfur reyna að taka við.
sem nýju Black Panther. Já. Ég mun ráða öllu. Skari og Mufasa. Já. New Black Panther með N-U við fáum. In the hood. In the hood. Já. Mér varst persónulega hérna tónlistin mjög góð í myndinni sem svona hip-hop aðdáðanda, hann fannst mér mjög góð en af því það er ekki líka bara hip-hop, heldur líka svona afrískur innblástur einhvern veginn og svona blandað saman á skemmtilegan hátt. Mér finnst alltaf Chadwick Boseman leika Black Panther mjög vel og hann að T'Challa. Ég hef séð nokkuð viðtöl við hann og veist flott hvernig hann svona breytir röddinni, hann gerir náttúrulega því hann er með hann hreim en hann svona I never freeze, þú talar einhvern veginn svona breytir hann. Það er eins og sé eitthvað gamall. Já, en mér finnst það töff sko, hann svona breytir röddinni og veist það mér flott, hann svona heldur henni mjög vel og Ég veit ekki hvað það sé bara ég en stundum heyri ég jamaískan hreim inn á milli. Ég held þessi svona blanda Þetta bara. blanda, það kannski átt ekki líka að vera Wakandan eða eitthvað svona. Jú. Wakanda will rise again, Þú veist, hver veit hvernig það er? Hann í rauninni býr til hreiminn fyrir þessa ímynduðu þjóð. Já. I will protect my country with all of its interests. Já. You're coming to my daughter's wedding. Vibranium. Vibranium. Og hérna Lupita Nyong'o, þú veist góð, ég meina þetta er mjög góð leikona við sáum hana í 12 Years a Slave og hún vann Óskarinn fyrir það, ég man ekki hvort það var aukahlutverk eða aðhlutverk en það skiptir aukahlutverk og hún var mjög góð í þessari mynd og Forrest Whitaker auðvitað, þú veist, bara en mér fannst til að Andy Serkis svona stela senunni, hann er að gera svo skemmtilega hluti og það er mjög gaman að fylgjast með honum, maður sér hann hefur gaman og hann leikur illmenni en maður samt eiginlega hefur gaman að hann og maður svona eiginlega, maður heldur kannski beint með honum en maður svona, maður hefur gaman að fylgjast með honum. Hann er fyrst líflegur, hann er líflegur karakter. Hann gerir bara það sem hann vill, skilur, hann er alveg dröðlega saman hvað þeir eru fyrst. Dröðlega. Já, það er kannski, ég meina, kvikmyndatakan er bara mjög flott og þetta er Marvel-mynd, þannig að hún lítur mjög vel út og allt það. Já. Kannski gott að taka það fram að við sátum frekar framarlega í salnum. Já. Þannig að við þurftum að vera Þannig að mínu mati er náttúrulega svolítið óþægilegt þegar maður situr svona nálægt og það er mjög svona hraðklift í öllum hasaratriðum. Ef ég mætti nöldra smá í svona mínútu, mér fannst bara þetta að stundum dálítið ruglandi og green screen var dálítið áberandi í nokkrum samtalsatriðum. Þetta er góð punktur og ég er alveg sammála honum. Það er svona stundum klippingin skrítin á köflum og bardaðan er einmitt, það er svolítið hraðklift. Þetta er svona disorienting, svona klipping í bardaðasenum myndi ég segja. Þetta er svona, ég veit ekki, það er svona, það er hægt að fylgjast með, en hellinga flottum senum samt. En það er líka með spurning hvort það var bara því að við vorum það nálægt að við áttum erfitt með að fylgjast með. Þetta er aldrei svona ofan í andlitinu, það er náttúrulega svo framalega, það er þetta bara, þú veist, Þú veist, maður alltaf komið með klofa og Black Panther bara í andlitinu bara, þú veist. Það er aðeins svo mikið af Black Panther sem maður vildi. Alltaf mikið af því góða. En það er líka hérna Martin Freeman er í myndinni. Og hann er mjög gaman að sjá hann. En það er með hann er líka svona einn af þessum Bretum sem er að vera með bandaríska reim. Og fyrir þá sem hafa séð Fargo, að hann er með svona að reyna að vera með svona ákveðin Minnesota reim. Og mér finnst I don't know. Og þetta er eitt af fáur skiptum þar sem ég finn fyrir því að þetta er breskur maður að gera bandaríska hreim. Hann er ekki alveg að plata mig með svona þessum bandaríska hreim. Þetta er svona svipað með Doctor Strange. Maður finnur alveg þú veist að he is trying to talk with them. I'm a neurosurgeon from America. Jeez man, I'm just an ordinary Texan, yeah. En áður en að við kannski förum út í einkunnagjöf, hvernig fannst ykkur þessi mynd svona samanborið við aðrar Marvel myndir? Þetta er náttúrulega óriðli mynd, þannig að... Mér finnst eins og það eitt alveg saman vandamál á Thor myndum átt á sín tíma. Hún er alveg ennþá eftir að finna alltaf svona sitt groove. Thor Ragnarök, ertu að minna Thor? Nei, ég er að tala að Black Panther á það vandamál sameiginlegt með fyrstu Thor myndi. Já, ég skilji, ekki alveg að finna sig og svona þetta, þú veist, sem að lætur ofurhundun að virka innan kvikmyndarinnar einhvern veginn. Og mér fannst það, þú veist, eins og með erki óvinnin, þú veist, hans Black Panthers, Killmonger, mér fannst hann dálítið, þú veist, það var flott baks og alltaf og þú veist, svona ástæða okkur hann gerði allt svona gerði. En sér bara, þú veist, eru svona nokkur trópar sem að, þú veist, með ekki fjandana í Marvel-myndum sem að, þú veist, ekki nefnilega, bara þú veist hvernig þau eru hannaður og stundum eru látnir líta dálítið út eins og, þú veist, aðal hetjan nema með öðrustu litum. Mér fannst, þetta var eins og í Ant-Man, þetta var svona dálítið, þú veist, cheap svona æði, þú veist, láta hann vera dálítið svona andstæðan við hann
Þetta myndum alveg að, þú veist, ef þú velur sama karakter í Mortal Kombat og hann bara, þú veist, Í öðrum lit. Það er eitt grænn og eitt blár. Já, nákvæmlega, hann er bestu sjálfsinn og hann er öðru svo litinn, þú veist. Náttúrulega, Já. En myndin reynir samt að útskýra, þú veist, af hverju það er svona þessi litamunur á búningunum og það sést í trailernum að það er, þú veist, þú sérð mismunandi liti á Black Panther búningnum. Já. En, já. Já, stundum fannst mér þessi mynd vera alltaf eins og töluleikur. Það var svona cutscene, svona leg atriði einhvern veginn í myndinni en það er líka ein lína þarna þar sem að þau eru í miðju hasaratriðinu og það er ein að hjálpa þeim sem er systir T'Challa Já, og T'Challa segir við hann að þú veist, verður bara róleg, við þurfum að einbytta okkur að því næsta. Þannig að þetta er svona svolítið eins og í töluleik svona Hey, þú ert búið með þennan vondakall, einbyttu þér að næsta skjóta skipin! Já, einmitt. Þú ætti að berjast við, ég ætla ekki að spála. En það sem að einmitt heillaði mig og fannst virkilega skemmtilegt er það er svona ákveðið James Bond element Já, ég ætlaði að berjast það! Hér er nýjustu tæki fyrir þig, og íttu á þannan taka til þess að gera þetta. Don't play with the gadget Bond! Systir T'Challa verður svolítið svona eins og Q á tímúti og... Hún er leikinn af John Cleese, Í dulargerfi. Ekki í blackface, Nei, já. Já, það er nóg. Það vissi maður ekki. Það var eitt atriði sem mér fannst, það var svona cinematískt atriði sem mér fannst mjög flott svona visually, svona, og það er þegar að T'Challa fær svona einhvers konar scene þar sem að hann lappar að tréð þar sem eru svartir hlébarðar og upp í trénu og þetta er svona mjög flott svona einhvern veginn atriði bara mjög svona, svo breytist einn partur sinn í föður hans og byrja samræður og það mér fannst það svona eitt atriði sem var mjög eftirminnilegt svona útlítandi sig. Munið eftir myndin, ég man ekki hvað hann heitir Cats eða Cat People? Jú. Hann var fyrir löngu. Ég hef ekki séð hann, ég veit hvað David Bowie gerir tónlistina fyrir Nei, Cat People. Það er Cat People, já. Það atriði myndi mig svolítið á það. Það kemur svona úr trénu, svo stendur hann upp og er hinn fallni kóngur. Hann er Mufasa, ok. Já. Myndum við alveg American Gods, það var svona hinn, þú veist, hitt svona God planeið, þú veist, mjög flott. Já, það var spurning hvort við bara að fara í einhvernagjöf. Erum við ennþá að gera stjörnu eða? Já, ég ætla að vera að gera rjómabólur eða eitthvað. Já, þú veist, það er mjög einmitt líka gaman að fylgjast með svolítið einhvernagjöfinni inn á annarkvort IMDb eða Rotten Tomatoes. Já. Af því að Rotten Tomatoes er með þannig kerfi að þú getur bæði sem gagnrýnandi gefið umsögn og sem bara hinn almenni áhorfandi. Og hinn almenni áhorfandi hefur gefið þessari mynd lægri einkunn og hún síðast í skoða það var í kringum 76%. En á meðan gagnrýnendur gáfu þessari mynd 97%. Og inn á IMDb þá er þetta mjög svipað að það er að segja að einhverjum er í kringum 7,6. Já, akkurat. Já, það var alveg mál með að það var svona tröll á netinu að reyna að lækka einhvern á myndinni einhverjum ástæðum. Og sko umfjöllunarefnið í myndinni er ekki bara endilega ofurhetja að sigra og sérst þú ert einn útvaldið, þú munt geta sigrað hið óendanlega bara með því að trúa sjálfa þig og allt þetta. Heldur er þetta meira svona að þetta er svona svolítið mikilvæg saga upp á það að ákveðið fólk öðlist meira sjálfstraust á sjálfu sér, getur við sagt. Og skilja bakgrunn sinn og á sínu samfélagi. Já, það er svo öðvöld að búa í þessum hverfum, það er verið að níðast á okkur og hvanta eitthvað óhautu, veist. Hvað er okkar óhautu? Og einmitt gott, ég var einmitt að ég vildi fara með að rétta að Black Panther ofurhetjan og hún kom undan Black Panther hreyfingunni. Já. Það var ekki öfugt. Þetta er ekki heimildamönd Black Panther hópinn. Nei. Þú veist. Bara láta ykkur vita núna. En einmitt, hún fer svona dýbra þessi mynd heldur en kannski virðist í fyrstu. En oft líka með einhvernagjöfur á svona myndir að þegar maður er nýkominn á myndinni þá er bara wow, þetta er geðveik mynd, rosalega góð mynd en svo kannski minnkar einhvernagjöfin eitthvað aðeins. Já, við erum sérfræðingar í þessu. Já, ég veit eins og Amazing Spider-Man 2. Oh no you didn't! Ég veit eins og með Knút að þetta var í annarskipti sem hann fer á þessa kvikmynd. Þannig hann er kannski með örlítið betur meltaðri svona skoðun á myndinni. Já. En ef við erum að gefa þessu bara... Minna Kornóttan Kúk? Já. Ok. En þessi mynd á skilið einmitt þetta svona milli 7 og 8. Já.
Ég myndi gefa henni 8, Já. en það er samt svo rosalega mikið af hlutum í myndinni sem eru að endurtaka sig úr öðrum ofurhetju kvikmyndum, Já. þannig það myndi lækka hana kannski niður í 7,5. Já. En eins og ég, þetta er skemmtileg mynd og hún er að segja mikilvæga hluti fyrir ákveðin hluta fólks. Já. Og ég Alveg hvet alla til þess að kíkja á þessa mynd. Já. Ég er bara eiginlega nokkurn veginn sammála. Ég er náttúrulega búinn að sjá hana í annað skiptið, þannig að allt svona sem að mér fannst gallar í fyrsta skiptið tek ég ennþá betur eftir núna. Þannig að ég er einmitt meira svona í kringum 7. Ég myndi gefa henni cirka 7, kannski 3 stjörnur þá. En það er samt mjög gott. Ég meina það er gott, þannig að ég mæli klárlega með þessari mynd. Sérstaklega einmitt af því að hún loksins hetja einmitt fyrir ákveðin hóp sem að einmitt er alveg bara frábært og mjög jákvætt. Ég ætla að gefa henni 3,5 stjörna eða 7. Bara sama knútur, þú veist. Þetta er bara góð viðbót við Marvel ofurhetjuheiminn og var mjög spenntur að sjá Black Panther í Civil War, Captain America Civil War og gaman að fá bara meiri fjölbreytni, þú veist, eins og alltaf hinum Marvel-mynduna, alltaf að vera að tegja anga sína út í svona margar greinar kvikmyndagerðar og mér finnst þetta bara spennandi og gaman að sjá hvað það gera með Black Panther í framtíðinu, svo dálítið svona, þú veist, ekki fullkomið, en góð byrjun, gefum 7 eða 3,5 stjörnur. Já, og það er kannski líka gott að minnast á það að mikið af þessum Marvel-myndum, maður finnur það svolítið á tilfinningunni að þetta er svona mynd sem að snýst það að gefa þér upplýsingar svo þú getur hort á næstu mynd. En þetta er mynd sem þú getur hort bara á sem staka. Já. Í rauninni. Af því að það er voða lítið af aukapersónum sem að koma annars staðar af úr Marvel-kvikmyndunum. Já. Það er ekki verið að segja, það er ekki verið að undirbúa eitthvað ákveðið stríð, en það getur vel verið að sé verið að vitna í ákveðna hluti sem hinn meðaljón kannski veit ekki af. Já. Þannig að ef þú ert bara svona manneski sem horfir af og til á Marvel ofurhetjumyndir og þá getur hort á þessa mynd á þess að vera gjörsamlega týnd. Já, og aðal svona sögutráðurinn er reyndar útskýrð í byrjunum á myndinni, svo þú veist, allt þetta Wakanda og Black Panther og hvaðan kemur ofurkraftur og allt það. Það er allt útskýrt í byrjun myndarinnar, svo þið mun ekki að, þú veist, þann vanda að skilja ekki hvað það gerast. Sem er einmitt svona svolítið upprifun frá í rauninni Captain America Civil War. Já, nákvæmlega. Þar sem hann var alltaf svona teasaður inn í heiminn, en núna er þetta bara basically Black Panther, þú veist. Já. La da 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 la. Afrika. Wakanda forever. Ok, Já, allan annan, já. Endilega bara kíkja á þessa mynd. Gott bíó. Já. Bara. Svo. Þetta langt sem við hefum gert bíóbíl, bara vel bæta því alltaf við andan, eins og oft áður. Ekki vissum hvað við gefum næst, víti í Vestmennum hljóma ekki beint svona spennandi. Við höfum ekkert að móti þér, Gunni. Hvað skoraði þú mörg mörk? 3, flott hjá þér. En já. Áttu að koma Elgos og drepa fokkir alltaf á einu, hver veit? Maður getur bara lofað. Já, vonað ætlaði að segja. Já, svona pening í special effects. En hvað er Gunnar Helgason með vist mikið fyrir það? Nei, en annars Sip Potter kannski, en það er líka sko, það eru kvikmyndir sem eru sýndar núna í bíó janúar og febrúar á Íslandi eru mestmegnis annarkvort tilvonandi Óskarsverðlaunahafa eða beint úr ruslakistunni eða Sorp. Basically Sorp. Og Black Panther er núna að taka svipaða áhættu eins og Deadpool gerði árið, þar að segja að koma út í febrúar. Já. Sem er svona ákveðin closest-mánuður. Já. Closest-mánuður út af hann við hliðina á actual closest-mánuðinum janúar. Já. Til að mikið afmæli Heimir. Já. Ástæðan fá alltaf í bíó í afmæli, sko. Þetta er bara verið aðeins svo sorglegt svona í lokinu. Svona lög af sorgleika. Eins og laukur. Eins og laukur, það bara grætur meira og meira eftir þess að gefa hann snæð. Já, ég veit ekki, bara Wakanda forever eða eitthvað. Tjá, mann! Já, og þú veist, þetta er frábær, eins og maður sé að fara að fá okkur frasar lánaða frá Rúf með því að segja frábært. En þetta er reglulega góð kvikmynd Já. Afríkanska ofurhetju.
Já, Já, og þær eru ekki á hverju strái. já. einmitt. Bleiki Parkinson er samt ekki í þessari mynd, svo... Nei. En það er ekki svona eins og Power Rangers. það er svona verið að tala um demanta og ýmislegt, þannig að það kannski... Kannski. Hver veit? Nei, já. Peter Sellers. Það er búið að CGI-a hann í myndina. Já, fáum bara hérna... Hver lék hann eftir í hérna... Russell... Nei, Steve Martin, nei, George Peter Russell. Sellers eða... Nei, Hvað heitir hann sem leik... Jeffrey Rush. Já, Jeffrey Rush. Já. Fáum Jeffrey Rush sem leik í The Life and Death of Peter Sellers Já. til þess að leika... Hvað hét hann? Clouseau. Já, Inspector Jack Clouseau. Monsieur Clouseau. Já. Where is the book? Já, the book. En já, hérna... Some days you just can't get rid of a bomb. Já, við komum við algjör kjaftaði, svo ég held að við þurfum bara að kveðja. En, já, við lofum engum með næsta bíóbíl, en bara, það er næst. Sjáumst á næsta stoppistað. Bye!